Góðan daginn, kæru vinir og gleðilega páska. Verið öll hjartanlega velkomin til páskaguðsþjónustu á Landspítalanum. Lýsingarorðið sem mest notað í okkar samfélagi í dag, fordæmalausir tímar á vel við hér. Eins og sjá má erum við ekki í okkar hefðbundna skrúða. Við klæðumst þeim fatnaði sem við öll sem hér störfum leggjum áherslu á við þessar aðstæður. Við tökum þátt í helgihaldi án líkamlegra nálægðar, en við erum saman í anda. Við kristnir menn höldum eina af okkar mestu trúarhátíðum í dag, páskahátíðina, þegar við fögnum sigri lífsins yfir dauðanum. Þökkum þá stærstu gjöf sem Guð hefur gefið okkur mönnum. Við sameinumst í trú, von og kærleika. Við sækjum styrk okkar og samstöðu í trúnni. Við skulum njóta þessara stundar, syngja saman sálma sem við þekkjum vel. Söngurinn lyftir okkur andlega og við skulum njóta þess. Við hefjum stundina með því að fela okkur Guði, signum okkur og biðjum saman. Í nafni Guðs Föður, Sonar og heilags anda. Amen. Hjálp vor kemur frá Drottni, skapara heimis og jarðar. Drottinn, ég komin í þitt heilaga hús til að lofa þig og ákalla og til að heyra hvað þú, Guð Faðir skapari minn, þú Drottinn Jesús frelsari minn, þú heilagi andi huggari minn, vill við mig tala í þínu orði. Drottinn, heyr þú lofgjörð mína og bæn og opna þú með þínu heilaga anda hjarta mitt fyrir sakir Jesú Krist, að ég fyrir þitt orð iðrist synda minna, trúi á Jesú í lífi og dauða og taki framförum í kristilegu hugarfari og lífverðni. Bænheyr það og Guð fyrir Jesú Krist. Amen. Drottinn, miskunna þú oss. Drottinn, miskunna þú oss. Kristur, miskunna þú oss. Kristur, miskunna þú oss. Drottinn, miskunna þú oss. Dýrð
sé Guði í upphæðum. Guðspjallið skrifar Guðspjallamaðurinn Markús. Þá hvíldardagurinn var liðinn, keyptu þær María Magdalena, María móðir Jakobs og Salóme ilmsmyrsl til að fara og smyrja hann. Og mjög árla hinn fyrsta dag vikunar sólarupprás koma þær að gröfinni. Þær sögðu sín á milli, hver mun velta fyrir okkur steininum frá grafarmunnanum? En þegar þær líta upp, sjá þær að steininum hafði verið velt frá, en hann var mjög stór. Þær stíga inn í gröfina og sjá ungan mann sitja hægra megin, klæddan hvítri skikkju, og þær skelfdust. En hann sagði við þær, skelfist eigi, þér leitið að Jesú frá Nasaret, hinum krossfesta. Hann upprisinn, hann ekki hér. Sjáið þarna staðinn þar sem þeir lögðan. En farið og segið lærisveinum hans og Pétri, hann fer á undan yður til Galileu. Þar munu þér sjá hann eins og hann sagði yður. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall, lof sé þér Kristur. Amen. Í dag berast okkur góð tíðindi. Gröfin tóm, erfiðar tilfinningar hafa fylgt okkur, erfiðar tilfinningar þekkjum við. Ótti, kvíði, einmanaleiki, allt það sem fylgir erfiðum lífsreynslum. Gröfin tóm merkir það orðið eitthvað nýtt í lífinu. Orðið von stórið boðskapu dagsins. Þú sem dvelur á sjúkrahúsinu, fjölskylda þín.
Við hugsum til ykkar og vonum með ykkur. Kæra starfsfólk, við þökkum fyrir það von sem störf ykkar og þekking færir okkur sem þurfum á þjónustu ykkar að halda. Við þökkum þá von þegar manneskja mætir annarri manneskju, hlustar á hana, heyrir í henni, gefur henni tækifæri til að tjá sig. Það er von. Til er fallið frásögn mitt þekktasta skáld þjóðarinnar. Einar Ben sem hafði verið niðurlútur og vinir voru áhyggjufullir. Svo bar við að menn mættu honum heldur glaðar í Bankastræti einn daginn. Hver er sætur að þú ert glaðari, spurði eitt vinur. Hann gaf þá skýringu að vinur hans Árni prófastur hafði komið í heimsókn og þeir tala um það sem skiptir máli, um það að vera manneskja. Það er von að sjá og heyri manneskju, fá að tjá tilfinningar sínar. Það að gröfin er tóm merkir hugsanlega að einangrun mín hefur verið rofin. Fullorðin kona Landakoti útskýrir fyrir mig orðið von. Hún sagði, það er von þegar mjúkar hendur barnabarnsins strjúka mér. Mýktin á hlýjan, barnabarna snerta mínar hendur er svo mikil von fyrir mér, bætti hún við. Það voru gleðitár sem runnu niður kinnar þegar hún sagði mér þetta. En aðra fallega mynd á ég von þegar lítil stúlka sat og dunda sig við að teikna Hjörtu, þar sem fjölskyldur hennar var saman komin á sjúkrahúsinu. Þegar samverunni lauk rétti hún öllum myndirnar með hjörtunum. Það sem sáum ekki fyrir en við fengum myndirnar hún hafði teiknað hjörtu og teiknað plástur á öll hjörtun. Boðskapur hennar var í verkjum að lækna hjartasárun okkar. Hún var líka að segja allt í lagi þrátt fyrir allt. Þú sem dvelur á sjúkrahúsinu, við vonum að þú varðveitir vonuna. Að við séum að færa þér von. Og ég veit að vonin hefur margar merkingar, vonin lækningu, vonin á því verði hlustað, að samvera við fjölskyldu verði möguleg. Það er jú kannski einmitt svo mikil von í því. Það getur verið erfitt að sjá að gröfin sé tóm. Þannig getur okkur liðið. Það er eitthvað sem við rökræðum ekki. Ég vona að við getum lána von til þín og annara sem þér tengjast. Við starfsfólki höfum einmitt það hlutverk að lána von. Oft miklu frekar í verkinu í öðru. Kannski það einmitt samtölum það sem skiptir máli eins og Einar Ben kallaði það, þannig að skynjaði vonuna. Kannski það einmitt nærveran og samstan sem plásturinn og litlu stúlkunni táknaði. Og kannski það einmitt að sameina ykkur fjölskyldur, eins og hendurnar hjá barnabarninu táknuði þegar hún strauk ömmu sinni. Kannski það líka einmitt vonin bara í húmórnum, eins og þegar drengurinn sagði við mig á barnaspítalunum þar sem ég hafði klæðst presskróða til að skýra systkini, hei, þú lítur út eins og trúður. Ertu líka trúður, bætti hann við. Húmor mýkir aðstæður. Kristur sem var lagður í gröfina bar sár á líkamanum. Þessi sár tákna lífsreynslur. Þjáningu hið sammannlega sem minnir okkur líka á að hið sammannlega læknar. Reynsla læknar reynslu. Gröfin er orðin tóm, það er orðið eitthvað nýtt. Gangi þér vel að varðveita von í lífinu. Gangi okkur vel að varðveita von í lífi annara og þínu lífi. Gleðilega páska, gröfin er tóm. Amen.
Við biðjum. Þarfnast þú handa minna, Drottinn, til að geta hjálpað sjúkum, fátækum og nauðstöddum. Drottinn, í dag vil ég gefa þér hendur mínar. Leiðbendu höndum þeirra sem hjúkra, lækna og líkna. Gef þeim styrk og þol á þessum erfiðu tímum. Þarfnast þú fóta minna, Drottinn, til að geta vitja þeirra sem eru einmana og án vonar. Drottinn, í dag vil ég gefa þér fætur mínar. Lýst þú þann veg sem þú hefur kosið okkur að feta. Vegir dagsins eru erfiðir og gef þú öllum þrek og styrk fyrir gönguna til þeirra sem okkur þurfa. Þarfnast þú vara minna, Drottinn, til að geta tala til allra þeirra sem þrá kærleiksríkt orð og viðmót. Drottinn, í dag vil ég gefa þér varir mínar. Lát okkur alltaf tala fyrir þau sem eiga erfitt og jafnvel þau sem ekki geta varið sig fyrir óréttlæti, þrengingum og fordómum. Þarfnast þú hjarta míns, Drottinn, til að geta elskað skilyrðislaust sérhvern mann. Drottinn, í dag vil ég gefa þér hjarta mitt. Drottinn, styrk þú hjörtu okkar, því í gegnum hjartað sjáum við verkin, í réttlætið og kærleikann. Amen. Guð, þú sem ert kærleikur og athvarf okkar alltaf. Við leggjum það sem á okkur hvílir fram fyrir þig í trausti þess að þú berir það með okkur. Allar okkar bænir hvers og eins okkar, felum við í bæninni sem að þú kendir okkur og við segjum saman upphátt og af hjarta: Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin, að eilífu. Amen. Þökkum Drottni og vegsömum hann. Drottni sé vegsöm og fagnaðargjöf. Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sín ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sín augliti yfir þig og gefi þér frið.